mér finnst gaman að glussa en þarna komum við aftur að því þegar gaman sko. það er eins og ég segi nú þeir sem hafa verið samferða með gegnum hennar tíma og svona mikið af þeim eru sko óvirkir alkar já mjög mikið, ég þekki ég hef stundu farið með vinkonum eða vinum bara á A-fund þekki alla að þinni sko og þetta eru lið sem að ég hef glussað með á hverjum tímapunkti og sko og það einmitt svolítið mikið þetta ef það ekki gaman þá ert þú ekki að glussa sko. Þá ert þú áttaðið á af hverju líður illa þá ert að finna lausn á því og sigla út úr því, komast út úr skóginum og þá getur þú glussað skilur þannig ég drekk, ef aldrei drukki ef mér líður illa en það líður þér aldrei betur við að drekka þegar þér líður illa sko. Þannig að En hefur þið liðið mjög illa einhvern tímann? Sko, nei, ég myndi ekki sko segja það. Nei. Ekki upplifa þunglindi eða Nei, sko það sem ég hugsa bara þunglindi, það vonleysi skilur. Ef mér líður illa þá er það út einhver, þá átta mig bara hvað vandamálið þarna og svo bara átta mig, ok, þetta vandamálið þetta leiðin út úr því og svo bara fer ég að vinna í því skilur. En ég minna að þú veist ástæðan fyrir því að ég byrja að fara í þurrk janúar og febrúar þegar bara það kalt og dimmt og D-vitamin skortur og maður einhvern veginn, ég ekkert í stuði fyrir það, ég nenni ekki að drekka þá. Þess vegna byrja ég að taka þurrkin og svo verður það ekki bara janúar, svo verður það febrúar, svo verður það mars og þess að núna ég ennþá í þurrki sinni janúar. Basically bara því að mér er ennþá ekki bara svona langað í drikk sko. Þú veist, hann er svo óvirku alka vini mínu segja, þú veist, ég er ekki alkoholisti, ég er ofdrykkjumaður. Já. Þú gætir örugglega ekki verið alkoholisti ef að þú ert ekki með þráhyggju fyrir áfengi. Ekki séns. Svolítið... Og líka bara, þú veist, þegar ég færið á því, þegar ég sé eftir að ég geri Johnny Nass árið 2000 sjónvarpsþættina og er með öll augu á íslenska rappinu þá byrja ég að sjá bara, núna er tækifæri til að geti bara í alveg lifað á þessu þá hugsa ég strax bara, ok, en þá er ég að þú veist, þá fyrir ég að gera þetta öðruvísi, skilur þú veist, að hafa smá aga en enga síður, skilur við, menna að þú veist maður glussar, skilur en þú getur ekki þú getur ekki haft eitthvað í fyrsta sæti þú veist þannig að, nei, maður verður að klára ég nenni ekki, þú veist, ef það er eitthvað mikið sem það er að klára þá nenni ekki að drekka þú veist, maður á að drekka til, þetta áverður svona svolítið til að halda upp á eitthvað veist, og það er mjög oft, sko, svona maður er náttúrulega búin að eiga bara príðilega feril og svona nóg til að halda upp á en það þarf að vera samt þannig að, sko að það sé svona já, núna fýrum við upp í þessu, sko. Veist. En þú hefur reykt það? Ég er sem úlingur náttúrulega blasroka með gras í poka, skrinniðu götu blas, ekki grasin, ekki fötu, þessa línur, þetta er allt fyrir 2000 það er náttúrulega hluta því sem ég bara það þýtti ekkert að vera eitthvað. Nei, þú mælir ekki með því? Og ég hef aldrei eitt sígarettur heldur, en ég reyki alltaf eitt kúpuvindla, alveg síðan ég fóti kúpu 19 ára gamall, en það er allt annað, sko. En eins og fyrir unga fólki í dag sem er að telur að gras sé betra heldur en áfengi, hvað myndirðu? Nei, ég meina, ég held að það sé, sko, ég held að sé með allt sem að fólk fer í fíkn í, þá missir að stjórna því og ég meina, þú veist, það er ekkert, þú veist, ef einhver, hvort sem það er áfengi eða gras, skilur að reykja einu jónu eða drekka, skilur það er í sjálfu sér ekki stóra vandamáli. Það er náttúrulega þegar að fólk drekkur burt sjálfstjórn eða reykir burt sjálfstjórn og þú veist, munurinn er kannski að kannabis er lúmskara. Ég og vini sem að bara voru að sinna öllu sínu og bara allt eftir vinnu og voru að bleysa, skilur, svo bara allt í hennu bara, þetta er í geðróf og allt í hennu bara allsberi bara í Elliðaardalnum.